Ég flutti að heiman 15 og þá ferði maður sig svona yfir úr svona að lesa og skrifa og þá var rappi cool. Já. Maður búin að hlusta á Eminem tala já, dreitsins hluti, en láta það hljóma mig cool og maður fyrir að leika sig með það. Já. Og ég náttúrulega dett svona ágætlega í það á milli 15 og 19 og kynnist strákum sem eru að rappa og þessum tíma þá vorum við bara út á götuhorni að reykja jónu og rappa, þú veist, og það var bara lífið. Já. Og gerðum það mjög lengi og maður fekk svona útrás fyrir listamannin í sér, sko, að byrja að kynnast honum kannski fyrst þá. Og svo byrjaði ég svona professionally að gera tónlist þegar ég var 19. Já. Og það gekk alveg vel og þú, það ekki, og þú varst alveg, seldir alveg einhverjar plötur. Jú, það gekk bara mjög vel, þú veist, ég hef aldrei eitthvað verið að spá í hvort það gangi vel. Nei. Þú veist, ég bara svona dett inn í eitthvað sem að vekur áhuga minn og ég bara verð obsessed að gera þetta og sem texta upp á Staðarfelli í meðferð sem krakki. Fórst í meðferð á Staðarfell sem krakki? Já. Hvað varstu gamall? Ég ætli ég hafi ekki verið svona 17, 18. Fórstu þangað bara sjálfviljugur eða? Já. Bara, já, ok. Og já, ég gat ekki styrt neyslu minn á efnum á þeim tíma. Sem að maður skildi ekkert sem krakki af hverju ég eitthvað að steffa í með einhverjum efnum. En mjög skýrt í dag, þú veist. Já, skrifa einhvern veginn texta og villist svo bara eitthvað inn í rappið. Ég svona var ekki, maður var náttúrulega mjög barnalegur, maður rappaði í raun og veru bara svona fyrir alla sem maður hitti. Já. Þú veist, hvort sem eru vildi heyra það eða ekki. Og býr sem sagt á áfangaheimili og það kemur þangað náungi sem heitir Hákon og ég náttúrulega treð rappinu minn á hann eins og alla aðra og hann eitthvað svona, hei, það er eitthvað hérna, skilur við, og hann ringir í frænda sinn sem upptökustjóri og þeir sem sagt taka upp fyrstu plötuna mína og ég kunni ekkert að rappa, skilur, ég var bara eitthvað að gera með þetta listform og ég bara svona eitthvað fer allt og langt inn í þetta og ég hjálpaði að byggja svona stórt fagmannlegt stúdíu á einhver geggjuð jazzhljómsveit, einhverjir gæjar úr FIH og þú veist sem að ég vissi ekkert en voru langt fyrir ofan í hierarkíinu, sko, og ég var einhver handlangari hann að smíða en ég fekk að taka plötuna á næturna og var að því bara í 2 ár. Lærði svona bara eiginlega að gera músík og taka upp.